Þessi geðsjúklingur mamma okkar. Andskotin. Fyrir nokkrum árum fór hún að breytast. Hún varð ólík sjálfri sér. Við vissum ekki hvað væri að, en Linda, frænka mín, fór með mömmu til læknis. Þá kom í ljós að hún með geðsjúkdóm. Ég leitaði sjálf að upplýsingum á netinu. Það var eitthvað nýtt á hverju einustu síðu. Hvernig í fjandanum átti ég að skilja þetta? Ég get ekki meir í dag. Bless, mamma. Annarkvort vill fólk ekki ræða þetta eða segir allt of mikið. Daginn, stelpur. Hvernig hefur mamma ykkur það? Eitthvað skári? Týr ekkert slæmu karl, en hann heldur á staðan sé svona. Hún hefur það fínt. Takk. Gott að heyra. Þetta varla svo slæmt. Við erum öll hálf klikkuð, ha? Ég vissum að þetta verði allt í góðu og kannski kemur svo í ljós að hún bara snillingur eftir allt saman. Já, þá pottþétt eftir að koma. Hafðu það gott í dag. Hey Jón, kötturinn þinn hefur suppað allt út hérna aftur. Týr vill okkur þó vel. Það gera ekki allir. Sko, þegar pabbi vissi hvað gert, var hann alveg geðveikur. Hann öskraði og skellti hurðum. Það fóru allir alveg á taugum. Hann hefur ekkert talað okkur í dag. Ekki orð. Hann lætur alltaf svona þegar að bilast. Stundum erfitt að vera ekki reiður þegar fólk hugsar ekki áður en það talar. En get ég verið sár þegar það ekki verið að tala um mömmu mína? Yfirþjónninn hafði hringt og húðskammaðan fyrir að geðsjúklingum væri hleypt út á meðal snyrtilegs og heiðvirðs fólks á fínum matsölustöðum. Svona menn ætti að vera lokaðir inni til þess væru geðspítalarnir sem rekni væru fyrir skattpeninga almennings. Hvað ef þetta er það sem aðrir sjá þegar horfa á mömmu mína? Englar alheimsins kom út árið 1993 og vakti mikla athygli á sínum tíma. En hún sýnir staðalímynd einstaklings með geðsjúkdóm og ýtti undir fordóma í samfélaginu okkar. En sem betur fer hefur margt breyst síðan þá. En hefur þetta eitthvað breyst? Hæ, fékkstu skilaboðin frá mér? Já, ég ætlaði að svara. Ok. Ég held ég get ekki komið til þín. Sko, pabbi sagði ég þyrfti að hjálpa til heima í kvöld. Sorry, Fríða. Gæti þetta ekki verið aðeins öðruvísi? Hvað ef hún hefði sagt? Hæ, hvað segirðu? Ætluðum við ekki að hittast í kvöld? Jú. Og hvað ef hún hefði sagt? Við varum rosalega reiður í gærkvöldi. Hann öskraði og skellti hurðum. Við vorum alveg í rusli. Og hvað ef hann hefði sagt? Daginn, stelpur. Hvað að frétta? Hann gæti svo kannski sagt. Hæ, Fríða. Hæ, Eva. Það er blessu blíðan. Og kannski gæti þetta bara verið mamma mín.